Já, ég ætla í fyrsta ruslinu í dag þá ætla ég að fara í mál sem ég er enda búin að taka fyrir í síðasta þætti en mér fannst rétt að bæta við það. Þannig að fyrsta rusli í dag er í raun og veru grein Drífu Snædal, svona lítur meðvirkni út. Þarna er Drífa Snædal sem sagt að skrifa hvað ég segja, vonbrigði sín með KSÍ. Hún telur KSÍ allt til foráttu þarna og fer þarna yfir mál sem að hefur verið í deiglunni, það sem að hún vil meina að meðvirkni, hópmeðvirkni hafa á sér stað. Hún segir KSÍ ákvað að fara gegn eigin stefnu og velja í landsliðið leikmann sem er kærður fyrir kynferðisbrot. Leikmanninum var hampað og landsliðsþjálfarinn gekk svo langt að segjast vona að brotaþolinn myndi nú ekki gera meira mál úr þessu. Stjórnmálafólk, forsetaframbjóðendur og fleiri mættu á leik í útlöndum til að hvetja grunaðan kynferðisbrotamann áfram. Stuðningsaðilar KSÍ létu hvergi bilbu á sér finna og nýkjörinn formaður KSÍ varði ákvörðunina. Fjölmiðlar ræddu flestir þessa ákvörðun, en ræddu fæstir þessa ákvörðun, segir Drífa, sem er ekki rétt. Og ræður þar væntanlega einhverju að faðir viðkomandi leikmanns er íþróttafréttamaður sem fáir vilja styggja, maðurinn sem var fenginn til að lýsa landsleikjum. Já, þarna greip sig einfallega múgs meðvirkni gagnvart manni sem er kærður fyrir kynferðisbrot. Nú eins og ég hef sagt að þá er það þannig að auðvitað er fyrsta lagi skal nefna að Drífa Snædal og sem sagt Stígamót sem hún er talskona fyrir eru þarna áfram að tala fyrir því að reglum réttaríkisins sé kastað til hliðar og að maður sem að hefur verið sakaður eitthvað að hann njóti ekki þeirra réttinda að hljóta sanngjarna málsmeðferð og sé talin saklausinn sektir sönnuð. Það eru skilaboðin sem að Stígamót vilja senda okkur hér. En öðrum þræði þá er Drífa Snædal náttúrulega að kvarta yfir því að slagkraftur MeToo-hreyfingarinnar sé ekki lengur til staðar vegna þess að áður en mál Alberts Guðmundssonar kom upp, þetta var hálfgerð vatnaskil þarna að þá hafði sem sagt MeToo-hreyfingin mist þennan slagkraft og fólk var hætt að hlusta í raun og veru. Og maður velti því fyrir sér hvers vegna það var, hvað var til þess að MeToo-hreyfingin dó? Hvað drap MeToo-hreyfinguna? Og hún, Drífa Snædal, vill kenna KSÍ og kenna stjórnmálafólki og fólki sem að fer á völlin að styðja íslenska landsliðið. En henni dettur ekki í hug að líta sér nær, því eins og við höfum talað hér áður, að þá er auðvitað augljóst að það sem drap MeToo-hreyfinguna eru til dæmis viðbrögð og fyrst og fremst viðbrögð Drífu Snædal sem talskonu Stígamóta þegar að landsþekkt baráttukona í MeToo-hreyfingunni var afhjúpuð sem legari og að hún hafi í raun og veru logið til kynbundna áreiti sem hún átti á orði fyrir á vinnustöðum sínum í Danmörku. Edda Falag sagðist hafa orðið fyrir kynbundna áreiti bæði hjá Novo Nordisk og stórum alþjóðlegum fjárfestingabanka. Kom í ljós að hún hafði aldrei unnið í þessum fyrirtækjum, aldrei stigið þar fæti inn eða með öðrum orðum og hún laug til þessa kynbundna áreiti í öllum stærstu fjölmiðlum landsins. Það eitt og sér er auðvitað gríðarlega alvarlegt og það er það sem að eyðileggur fyrir raunverulegum þolendum kynferðisofbeldis í dag vegna þess að við sjáum augljóslega að þegar sem sagt Edda Falag var afhjúpuð að þá fór Drífa Snædal fremst í flokki með öðrum stuðningsmönnum Eddu Falag að gera lítið úr þeim alvarlega sem sagt, hlut að hafa sem sagt, logið til kynferðis eða kynbundið áreiti. Við hljótum að sjáum það í hend okkar að ef að við ákveðum að það að ljúga til kynferðisofbeldi sé bara léttvægt að þá missir þetta allan sinn slagkraft. Menna, kynferðisofbeldi er gríðarlega alvarlegur hlutur og þá eru legar kynferðisofbeldi eða falskar ásakanir einnig mjög alvarlegur hlutur. En Drífa Snædal eins og munið, hún trommaði upp í herferð sem að bar yfirskriftina #afsakið og gerði bara lítið úr þessu öllu saman. Þannig að núna í raun og veru eins og maður hefur heyrt að margar konur segja að þessar konur, Drífa Snædal, Edda Falag, Vítalía Lazareva, þetta eru konurnar sem að eyðilögðu MeToo-hreyfinguna. Þetta eru konurnar sem að hafa
gert það að verkum að það er ekki tekið eins mikið mark á ásökunum í dag eins og var gert áður. Og eins og ég segi, hashtag ég trúi herferðin, þar sem að dómsmálaráðherra landsins tók þátt og allt, þetta fór allt einhvern veginn til fjandans með þegar að lygar Eddu Falag voru afhjúpaðar og barátta gegn kynferðisofbeldi getur ekki byggst á óheiðarleika, það er bara þannig. Ef lygar og rangar ásakanir hafa ekki afleiðingar fyrir þá sem ljúga, þá mun það óhjákvæmilega hafa slæmar afleiðingar fyrir þá sem segja satt, raunverulega þolendur. Þeir og þær líða fyrir þá ákvörðun Drífu og félaga í hashtag afsakið herferðinni að slá upp skjaldborg lygar. Það er það sem að raunverulega drap MeToo herferðina og MeToo hreyfinguna eins og hún leggur sig. Þannig að Drífa Snædal, ég held að hún þurfi að líta sér nær þegar hún er að benda fingri og ásaka fólk út allan bæ. Þetta er auðvitað fyrir neðan allar hellur að þetta hefur komið frá talskonu Stígamóta sem eru samtök sem berjast gegn kynferðisofbeldi, að hún hefur verið fremst í flokki að gera lítið úr því þegar uppkomst lygar mannesku sem hafði aldrei orðið fyrir kynbundnu áreiti. Þannig að ég vona það að Drífa Snædal segja af sér. Nei, ég meina, já. Eða að hún líti sér allavega nær og því að þarna erum við komið með raunhæfa og raunverulega skýringu á því hvers vegna MeToo-hreyfingin misti allan sinn mátt. Það er að því að konur eins og Drífa Snædal höguðu sér með þeim hætti að það verður ekki lengur mark á þessu takandi.